ertu með, ætlaðu að leggja fram skriflega breytingatillögu þá við 15. grein? Mér skilst á Þorkell sem það, ekki? Ekki, jafnframt. Halló, Þorkell, hvað sér þið? Notið mikrofón. Já, ég skal bara... Ég skal leggja fram þessa tillögu, en drega hana þá tilbaka ef hann fær ekki, ef ég einn á báti með hana. Ég vil endilega heyra í mönnum meira um þetta. Það er kannski gagnlegt að hafa hana fyrir fram að sig, er það ekki? En næstur á málendaskrá er Erlingur Sigurðsson. Já, formaður og góðir ráðsmenn og ráðskonur. Vegna orða Þórhildar hér síðast þá lít ég svo að við beinum mál okkar til formanns, fundarstjóra og síðan ráðsmanna og ráðskvenna sem eru hér komin til starfa. Ég vil segja það að ég vil þakka nefndinni, sérstaklega þessari starfsreglanefnd, fyrir ótrúlega gott starf og forverðarna líka. Og í þetta ger ég ekki síst af því að ég var búinn að gagnrýna þessa vinnu hér áður, en ég lýsi ánægju með niðurstöðuna. Það eru nokkrar staðir sem ég hafði efasemdir nógu skýrt orðalag, en eftir að Vilhjálmur flutti hér, fylgdi þessu hlaði, þá læt ég mér nægja þær skýringar við lok 50 greinar og 7. greinar, sem hefði þóttu verið svolítið óskýrt, en með hans skýringum þá held ég þetta nægi. Vegna orða Katrínar 10. grein, þá myndi ég biðja hana að gera athugasemdina bara þannig að láta vera stjórnin getur sett reglur form og meðferð erinda og umsagna og heimsóknir gesta. Bara heimsóknir, komið þar inn. Beinið í tilnæg hvort hún vil ekki breyta tillögu sinni á það frekar en vera vitja aðra breytingatillögu. Nú 15. greinina, þá það spurningin 8 eða 9 og með rökum Ómars þá styð ég 9. Til þess að ekki komið fram þrír minnilöð þar. Heldur það aðeins 2 ef slíkt verður að ræða. En ég var jafnframt við því að við séum að setja á marga valkosti, sammála Katrín það, að setja ekki á marga valkosti til þess að fara í atkvæðagreiðslu með þjóðinni, vegna þess að þá fer málið að snúast þau atriði en ekki í stjórnarskránni í heild. Og þó þessi ekki með 2 þá verður það snýst það. 14. greinin var hérna til umræðu líka. Það já, það misskilningur hjá mér að það hafi verið. Spurningin, það búið að skýra það tillögur fundargerðirnar. Og þá vil ég bara lokum víkja aðeins á orðum Þórhildar hér orðalagið. Mér sýnist þetta vera arfur upphaf greinarinnar, það vera arfur frá stjórnarskránni fyrstu sem við fengum, 1874, vér á Guðs náð konungur Danmerkur og Íslands og svo framvegis. Þetta ekkert nema söguleg tilvísun og gaman að hafa þetta. Það tengir okkur við upprunann og svo ég víki þá aðeins að bara sögulegu atriði. Alþingi nýja orti Jónas Hallgrímsson. Svo skal hinu unga alþingi skipað sem að sjálfir þeir sér munu kjósa. Ég vil gera það hér og megi okkur farnast það vel. Takk fyrir.